Bræður, ég vil vitna til dýrðar og heiðurs Drottins okkar Jesú Krist. Í byrjun ársins 2024 sagði hann í heilagri spá að ég ætti að leita læknis en að ég skyldi ekki óttast, því hann myndi vera með mér á hverri stundu og hjálpa mér, jafnvel yfirfylla mig af náð. Þannig fór ég til læknis og eftir ýmsar rannsóknir kom í ljós að ég væri með líðagigt og það útskýrði verkina í höndunum mínum. Eftir viku fann ég svo óþægindi í vinstri handleggnum og fór aftur til læknis og þá kom í ljós að ég væri með Parkinsons sjúkdóminn. Þetta var nokkuð áfall því þetta er sjúkdómur sem ekki er læknanlegur. En ég gat farið í allar þessar rannsóknir með því að nýta heilbrigðistryggingu sem faðir minn hafði gert mér kleift að hafa í mörg ár. Því endurnýjun tryggingarinnar barst árlega án þess að ég þyrfti að gera neitt. En óheilin hætti ekki þar, því nokkrum mánuðum síðar fann ég óþægindi í hálsinum og fór aftur til læknis og þá greindist ég með skjaldkirtilskrabbamein. Þá var mér undirbúin fyrir aðgerð í byrjun júní og síðan fékk ég greiðslavirk meðferð til að lækna skaðaða svæðin. Vegna alls þessa var ég með lítið að gera undanfarið, en faðir minn á himnum hélt lof og semd. Og þrátt fyrir að ég væri minna í vinnu og samstarfsfélagar mínir hefðu farið, þá gat ég samt uppfyllt vinnuskyldur mínar og sparnaður minn jókst. Miðjan nóvember fann ég aftur óþægindi í hálsinum og sá að æxli var að vaxa á ný og ég hugsaði mér að krabbameinið væri að snúa aftur. Ég pantaði tíma til læknis í byrjun desember en á meðan beið gerðist eitthvað stórkostlegt. Systir María Luisa kom í heimsókn og við fjölskyldan fórum á biblíunámskeið í Virginíu 24. nóvember. Það var mikill gleði dagur og ég fékk að taka í hönd systur María Luisa sem fyllti mig gleði. 3 dögum síðar vaknaði ég svo við það dásamlega að Guð hafði unnið kraftaverk og ég fann enga óþægindi í hálsinum. Ekkert æxli. Ég fór samt til læknis og læknarnir staðfestu að ekkert æxli væri til staðar og engin krabbamein. Og ég vikna því bræður að Guð hélt lofari sínu að hann myndi yfirgæða mig þrátt fyrir allt og þrátt fyrir erfiðleikana. Þrátt fyrir að ég hefði unnið lítið þá greitti ég upp skuldir sem námu yfir $50,000 og sparnaður minn margfaldaðist. Ég get eini vitna að eins og Guð hafði lofað þá var ég aldrei hræddur, aldrei í verkjum, aldrei með þau áþægindi sem fólk talaði varðandi krabbamein. Þetta vitna ég til dýrðar og heiðurs Drottins okkar Jesú Krists. Ég vil vigna og gefa föður mínum himneska heiður og dýr fyrir kraftaverk sem hann hefur gert í lífi mínum. Bræður frá unga aldri, læknirinn greindi mig með fjölblöðru helginni. Læknir sagði mér það myndi verða erfitt fyrir mig að vera ólétt. Hann sagði mér það var bara ein leið sem ég gæti verið ólétt. Það var ég færi frjósemislæknir. Ég og eiginmaðurinn minn, við vorum að reyna og bíða það 15 ár. Bræður, vissulega við fórum til frjósemislæknir. Þeir gafðu mér meðferð og ég gat ekki verið ólétt. En Drottinn hugaði mig í spádóm og Guð sagði mér ég ætti að vera þolinmóður. Hann sagði mér ég held ég aldrei ætla að vera móðir, en það átti ekki vera svona, að því hann hefði síðasta orðið, að ég lefði ekki rugla að læknanum. Hann myndi gera kraftaverk, hann mun koma mér á óvart, að allt yrði smátt og smátt. Ég og maðurinn minn eftir við ákveðum að bíða tíma Guð og líka loforðið sem hann gaf okkur í spádóm. Vegna þess við sjáum að meðferðina hafði virkað ekki, því það var ekki Guðs tími. Svo bræður áður þriðja biblíukennslu í mótvistararena. Drottinn talaði með mig í spádóm og sagði mér að hann ætlaði að frelsa mig undan fjötrum sem óvinni hafði sett á mig í mörg ár.
og hann mun ærlega lækna mig. Eftir 2 mánuð biblíukenslu Drottinn uppfyllir loforð hans, að ég byrja að líða mjög illa og ég fór til læknaskoðun og Guð kom mér á óvart í gegnum læknapróf sem sýnir ég er ólétt í dag og ég er með 3 mánaða. Ég vil vigna þetta heiðurinn og dýrðarnafn Guð, vegna þess hann uppfyllir ósk hjarta mín og líka maðurinn minn.